Ég set fund í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3579 og fyrir okkur liggur dagskrá í 7 liðum. Fyrsta mál á dagskrá er ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2025 og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2025 var lagður fram og kynntur á endurskoðendum bæjarins í bæjarráði 27. mars síðastliðinn og vísað þaðan til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Ég mun hér á eftir fara yfir helstu stærðir ársreikningsins en hann er líkt og framkemur í skýrslu og áritun bæjarráðs og bæjarstjórnar gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga, reglugerð bókhald og ársreikninga sveitarfélaga, sem og auglýsingar stjórnvalda reikningsskil sveitarfélaga. Að sjálfsögðu er hægt að tína til ýmsar aðrar stærðir í slíkri upptalningu en ég vona að þessi samantekt gefi nokkuð glögga mynd af fjárhagslegri stöðu sveitarfélagsins. Ársreikningurinn er settur fram samkvæmt reikningsskilum sveitarfélaga. Starfsemi bæjarins er skipt upp í 2 hluta, A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar. Til A-hluta telst starfsemi sem er fjármögnuð með skatttekjum, tekjum frá jöfnunarsjóði og þjónustutekjum. Er að ræða aðalsjóð, fasteignir Akureyrarbæjar, framkvæmdamiðstöð og eignasjóð gatna. Til B-hluta sveitarfélagsins teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtækin eru félagslegar íbúðir, strætisvagnar Akureyrarbæjar, bifreiðastæðasjóður Akureyrarbæjar, Hlíðarfjall, Hafnasamlag Norðurlands, Norðurorka, byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar og gjafasjóður öldrunarheimila Akureyrarbæjar. Almennt má segja að rekstur samstæðu Akureyrarbæjar hafi verið nokkuð góður á síðasta ári og rekstrarniðurstaða ársins talsvert betri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Eins og niðurstöður ársreikningsins bera með sér var árið 2025 aðeins skárra en áætlunin gerði ráð fyrir. Reksturinn er þó ekki í jafnvægi og umtalsvert hærri lífeyrissjóðsskuldbindingar hafa þar mikið að segja. Rekstrartekjur A og B hluta voru samtals tæplega 41,1 milljarður króna á árinu 2025 og skiptast þannig að skatttekjur, útsvar og fasteignaskattur námu rúmlega 20,5 milljörðum, framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga námu 6,4 milljörðum og þjónustutekjur voru 14,3 milljarðar. Tekjurnar eru nærri 2,5 milljarði króna hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun og ríflega 3 milljörðum hærri en árið áður. Rekstrargjöld samstæðunar fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld námu tæpum 36 milljörðum króna, en þaraf voru laun tæpir 21,8 milljarðar. Áætlun ársins gerði ráð fyrir að launin yrðu 21,6 milljarðar. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármunagjöld er því jákvæð 5 milljarða. Þetta jákvæða frávik á sér sínar skýringar sem felast aðalega í hærri tekjum. Gjaldfærð lífeyrissjóðsskuldbinding samstæðunnar var töluvert hærri en áætlun gerði ráð fyrir eða 2 milljarðar króna í stað 800 milljóna. Það er umtalsverð hækkun frá fyrra ári þegar skuldbindingin var tæpar 360 milljónir. Þessi útgjaldaliður er ein mesta óvissan ár hvert í rekstri sveitarfélaga. Við sjáum á glærunni hvernig þetta hefur sveiflast undanfarin ár. Rekstur sveitarsjóðs og A-hluta bæjarins er betri en áætlun gerði ráð fyrir eða neikvæðum 422 milljóna í stað áætlaðrar neikvæðrar afkomu upp á 840 milljónir króna. Þó skal nefnt að aðalsjóður er rekinn með tapi þó svo að tapið hafi lækkað umtalsvert síðastliðin ár. Skýringar eru að mestu leyti hærri tekjur og betri rekstur. Í þessu samhengi er einnig áhugavert að skoða yfirlit yfir rekstur málaflokka sem heyra undir aðalsjóð sérstaklega.
Fjárheimildir fyrir einstaka málaflokka eru samþykktar af bæjaráði og það verkefni ráðinna stjórnenda bæjarins að sjá til þess að útgjöld séu innan þess ramma sem þar markaður. Ef yfirlit yfir málaflokkana blaðsíðu 13, skýringu 6 skoðað, kemur í ljós að langflestir málaflokkanir voru reknir innan eða kringum samþykktar fjárheimildir og í þeim tilvikum þar sem svo var ekki var frekar lítið frávik að ræða. Þessar tölur eru þannig til marks að almennt hafi stjórnendur bæjarins gengið vel að halda sig innan þess útgjaldaramma sem ákveðin var. Full ástæða því til að þakka stjórnendum og starfsmönnum bæjarins fyrir þeirra þátt í ákveðum niðurstöðutölum ársreikningsins og vil ég alveg sérstaklega nefna bæði félagsþjónustu málaflokkin og 102 og fræðslu og uppeldismáli 104. Þið sjáu það að það nánast algjörlega á pari eða rétt aðeins undir áætlun. Litlar breytingar eru á efnahagsreikningi frá fyrra ári. Eignir bæjarins eru nú 70 milljarðar króna og hækka þær tæplega 6 milljarða milli ára. Þegar horft til skuldasamstæðunar þá greinast þær þannig að langtímaskuldir samstæðunar nema rúmlega 28 milljörðum króna en skammtímaskuldir tæplega 7,7 milljarðar. Við þetta bætast síðan lífeyrisskuldbindingar upp á rúmlega 10,3 milljarða. Samtals eru skuldir og skuldbindingar samstæðunar því 46,7 milljarðar króna og hafa hækkað 5 milljarða á árinu. Eigið fé samstæðunar 30,6 milljarðar og stóð í stað á milli ára. Ef eingöngu horft til A-hlutans, þá aukast eignir hans rúma 3,6 milljarða króna að verðmæti, fara úr rúmi 48,8 milljörðum í 52,4 milljarða. Skuldir og skuldbindingar A-hluta nema alls rúmlega 35,2 milljörðum króna og eigið fé því rúmlega 17,2 milljarðar. Eiginfjárhlutfall A-hlutans 33% og samstæðunar í heild 40%. Langtímaskuldir samstæðunar skiptast þannig að 3,1% þeirra í erlendum gjaldmiðlum en nærri 97% í íslenskum krónum. Erlendi hluti skuldana fyrst og fremst hjá Norðurorku. Fjárhagur Akureyrarbæjar traustur og nam skuldaviðmið samstæðunar í árslok 76% samkvæmt reglum eftirlitsnefndar fjármál sveitarfélaga, en það var 75% árið áður. Skuldaviðmið í A-hluta var 58% í árslok en var 54% árið áður. Hækkun hlutfallsins má fyrst og fremst rekja til hækkun lífeyrisskuldbindinga. Rétt að nefna að skuldaviðmið má samkvæmt sveitarstjórnarlögum ekki vera hærra en 150%. Akureyrarbær því langt undir því. Eina mikilvægustu kennitöluna í rekstri sveitarfélaga að finna í sjóðstreymisyfirlitinu. Þar veltufé frá rekstri. Sú tala gefur best til kynna getu sveitarfélagsins til að framkvæma og greiða langtímalán eftir daglegan rekstur. Veltufé frá rekstri hjá samstæðinu nam 5,7 milljörðum króna á síðasta ári. Áætlun hafði gert ráð fyrir tæplega 5,2 milljörðum króna í veltufé frá rekstri. Fjárfestingarhreyfingar samstæðunar námu samtals 5,9 milljörðum króna. Fjárfest var í varanlegum rekstrafjármunum fyrir tæpa 7,2 milljarða króna brúttó sem var ríflega 200 milljónum króna meira en áætlað hafði verið. Mest var fjárfest í íþrótta- og æskulýðsmálum og hjá Norðurorku. Frekari sundurliðin á fjárfestingum má sjá í skýringu 7 með ársreikningnum. Fjármögnunarhreyfingar samstæðunar voru neikvæðar samtals 700 milljónir króna. Þaraf voru greiddar afborganir af lánum tæpir 1,6 milljarðar króna. Ný langtímalán voru tekin upp á 600 milljónir króna en gert var ráð fyrir að tekin yrðu 2,5 milljarðar að láni. Það var því
aðeins eða töluvert en að minna lántökur en gert hafði verið ráð fyrir. Handbært fésamstæðu sveitarfélagsins lækkaði 363 milljónir króna á árinu og var tæplega 2,6 milljarðar króna í árslok. Veltufjárhlutfall samstæðunar var 0,93 í árslok og aðhlutans var það sama eða 0,93 í árslok og það mjög ásættanlegt í báðum tilfellum. Eins og hér hefur komið fram, þá gekk rekstur Akureyrarbæjar vel á árinu 2025. Rekstrarniðurstaðan mun betri en áætlað var, enda aðhaldsgætt í hvívetna að venju. Niðurstaðan hefði verið jákvæð ef ekki væri fyrir gríðarlega verðbólgu og neikvæða ávöxtun lífeyrissjóða. Þrátt fyrir betri niðurstöðu en áætlað var, ljóst að hefðbundur rekstur sveitarfélagsins mjög viðkvæmur fyrir öllum hækkunum útgjalda og lítið má út af bregða svo ekki verði halli á honum. Og því má segja að reksturinn sé ekki búinn að ná sjálfbærni og gæta þarf að öllum útgjöldum vandlega. Við þurfum sömuleiðis að gæta okkar bæði á útgjaldahliðinni og gjaldskrárhækkunum. Öll slík útgjöld hafa áhrif á verðbólgu. Það verður því áfram verkefni bæjarstjórnar að vinna að því að treysta rekstur bæjarins til framtíðar og vinna að því að auka tekjur og auðvitað gæta ítrasta aðhalds í útgjöldum. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil í lokin þakka stjórnendum og samstarfsmönnum hjá Akureyrarbæ fyrir gott samstarf á árinu 2022. Ég vil sérstaklega þakka fjármálastjóra Dan Brynjarsinni fyrir hans fólki fyrir traust og gott samstarf og með sama hætti vil ég þakka endurskoðendum bæjarins fyrir þeirra vinnu við frágang reikningsins og mjög gott samstarf á liðnu ári. Síðast en ekki síst vil ég svo þakka ykkur, kæru bæjarfulltrúar, fyrir gott og ánægilegt samstarf á kjörtímabilinu. Það hafi verið mikil forréttindi að starfa með ykkur öllum. Að lokum legg ég til að ársreikningnum verði vísað til bæjarráðs og síðari umræðu í bæjarstjórn að loknum umræðum hér á fundin. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst ekki tímans bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég trúi nú ekki öðru en við ætlum að ræða þennan ársreikning svona kortir í kosningar en ég hlakka bara til að eiga uppbyggilega samtal við bæjarfulltrúa og þakka bæjarstjóra Ásthildi fyrir að fara vel yfir ársreikningin. En ef ég byrja nú bara formlega, forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Nú tökum við fyrir síðasta ársreikning þessa kjörtímabils, ágætt stöðumat fyrir okkur sem að bjóða okkur fram og til upplýsingar fyrir kjósendur, þar sem að margir hverjir með væntingar til okkar alls konar þessa dagana eins og þið þekkið. Þess vegna velti ég fyrir mér af hverju við erum kannski ekki beint að sinna almenni upplýsingagjöf til bæjarbúa. Að nefna ekki A-hlutann í fréttum niðurstöðu ársreiknings mætti í mínum huga flokka undir upplýsingaóreiðu. Það er engin ástæða til að skamma sín fyrir niðurstöðuna. Ég fór aðeins yfir málaflokkana og það hefur orðið gríðarleg útgjaldaaukning í þjónustu við fólk og ég held að það sem við viljum. Og má þar nefna að launakostnaður við málefni aldrara hefur hækkað tæplega 200%. Og launakostnaður við þjónustu við börn tæplega 240%. Þannig segjum bara frá því sem við erum að gera vel í staðins að reyna að fegra hlutina. En svo tel ég reyndar að við hefum hæglega getað skila A-hlutanum réttu megin við núllið eða næst því með betra eftirliti og eftirfylgni. Það má alveg halda því til haga að fjármunagjöld komi mun betur út eða sem nemur 500 milljónum og það bætast við cirka 700 milljónir í byggingaréttagjöldum sem voru ekki inn á áætlunum. Þannig að það þýðir ekki að tala bara alltaf lífeyrisskuldbindingarnar og kenna þeim allt. Það var flaugt á miklu fleiri breytum, bæði til batnaðar og til hins verra.
Hér erum við að fara aðeins yfir í nokkrum málaflokkum og má þar nefna samgöngumál og yfir í áætlunum í framkvæmdum og samanlagt í þessum 2 málaflokkum erum við að fara yfir 600 milljónir. Við vissum alveg í hvað stemdi á báðum stöðum, við höfum verið að fara yfir áætlanir í hverju mánuði og vissum í hvað stemdi og sáum hvað við vorum að fara hressilega yfir í til dæmis viðhaldi malbyggs í sumar. Þannig að ég held að við getum alveg náð sjálfbærni með því að við sem kjörnir fulltrúar sinnum betur eftirliti og förum bara aðeins betur yfir framkvæmdir hjá okkur og ég velti fyrir mér hvað búið að kosta okkur framkvæmdir á tímabilinu eða seinkanir þar að segja. Sama má segja kjarasamninga við kennara og ég skil enn ekki af hverju meirihlutinn tók það ákvörðun að bregðast ekki við þeim og fara í niðurskurð eins og mörg önnur sveitarfélög gerði. Svörin voru, það þótti ekki þurfa, staðan væri svo góð og það var ekki einu sinni hægt að sýna viðleitni með því að draga úr launahækkunum. Laun bæjarstjóra og bæjarstjórnar hækka 9% milli ára og talandi að þið opinbera leiði verðbólguna. Ég hef ekkert gríðarlegar áhyggjur af niðursveiflu hér á næstu árum og líklega mun hægast á þenslunni seinna hér en annars staðar. Það er gríðarlega mikil uppbygging framundan en þetta mannfrek uppbygging. Við þurfum að horfa fram, við þurfum að sækja fram með atvinnulífinu, við þurfum að fjölga fólki ef að við ætlum að fylla þessi hús að því fólki sem þar að vinna. Og þá erum við að tala framlínu störf til dæmis í heilbrigðismálum og við þjónustu við eldri borgara. Það þýðir ekki bara byggja hús. Þannig að við þurfum einhvern veginn að sækja okkur auknar fjárfestingar, við þurfum einhvern veginn að vaksa upp í hallarakstur okkar í staðis að standa frammi fyrir því að minnka grunnþjónustu að því við erum að veita framúrskarandi þjónustu hérna í bænum og við viljum ekkert gefa afslátt á því. En eins og við höfum oft komið inn á hér að við erum að veita bæði góða grunnþjónustu í velferðarmálum og við erum líka með alls konar afþreyingu hérna í bænum sem bara erfitt fyrir okkur að standa undir. Og við þurfum bara að stækka til þess. Við sjáum að velti frá rekstur og handbært fé lækkar lítillega milli ára og skuldir aukast einnig lítillega. En við skulum heldur ekki gleyma því að það er búið að framkvæma gríðarlega mikið á síðustu árum. Árið 2025 hafa 17,5% af rekstratekjum okkar farið í framkvæmdir. En til að mynda var það árið 2022 9,5%. Þið sjáuð hvað við erum að framkvæma miklu meira en áður hefur verið gert. Og þetta hefur verið gert nánast án, og ég held ekki getur fullyrt án lántöku. Þannig þetta ekki slæm staða, við þurfum ekki að skammast okkur fyrir neitt, við skulum bara upplýsa bæjarbúa hvernig staðan og við séum að sinna góðri þjónustu og ég held, ef við höldum bara betur á spöðunum, kjörnir fulltrúar sinni betra eftirliti, að þá náum við sjálfbærni hérna á engum tíma. Og við þurfum líka að fara að horfast augu við það að ég held á hverju einasta ári næstum því á þessu kjörtímabili þrátt fyrir gríðarlega aukningu á tekjum, það hafa gjöldin alltaf hækkað aðeins meira. Nema kannski ekki í fyrra. Þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við, að við þurfum að gera eitthvað til að ná þessu réttu megin við núlli. En ég læt þetta duga núna og bara laka til að ég samræða við ykkur. Takk fyrir. Þá bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson. Já, ágæti forseti bæjarstjórnar og aðrir góðir bæjarfulltrúar. Ég tek nú undir orð bæjarfulltrúar Sunnu Hlínar Jóhannesdóttur það að við skulum eiga hérna alveg bara hressilega umræðu með ársreikning. Segjandi nafn bæjarfulltrúar Sunnu rétt hér í pontu núna, þá ætla ég kannski að með leyfi forseta að nýta tækifærið og biðja hana afsökunar á því að fara rangt með nafnið hennar hér í ræðustól fyrir nokkrum bæjarstjórnarfundi síðan. Þannig það sé nú fært í bókar.
En ég ætla nú bara að ætla nú ekki að hafa þessi orð mjög mörg, en ég ætla nú samt að hafa þau nokkur fyrir ykkur. Og segja eins og, já, og áður en byrja, þakka bæjarstjóra vorum fyrir góða og greinagóða kynningu undan. En virðulegi forseti, við höfum nú fyrir framan okkur ársreikning Akureyrarbæjar fyrir árið 2025. Síðasta ársreikning meirihluta Miðflokksins, L-lista og Sjálfstæðisflokksins. Þegar þessi reikningur borið saman við árið á undan blasir við mér ein skýr staðreynd. Rekstur bæjarins hvílir í vaxandi mæli á herðum fasteignaeiganda á Akureyri. Reyndar sýnir samanburður yfir allt kjörtímabilið sem senni nú að enda sömu mynd. Til að gera hömlulausan vöxt í álagningu fasteignagjalda og íbúa og fyrirtæki. Og því miður virðist stefna meirihlutans fyrst og fremst hafa falist í því að horfast ekki í augu við þessa staðreynd. Það í reynd sláandi að horfa upp á hversu mikið meirihlutin hefur nefnilega leyft tekjum af fasteignarsköttum að vaksa ef þannig má orðið komast. Því á aðeins einu ári, frá árinu 2024 til 2025, hækkuðu þessar tekjur úr 3,4 milljörðum í 3,8 milljarða. Og það tæplega 12% hækkun á einu ári. Ef við horfum lengra aftur til ásins 2021 námu þessar tekjur 2,6 milljörðum króna og í dag eins og áður sagðir, það ríflega 3,8 milljarða króna. Þannig þarna erum við að horfa upp á til að gera 43% tekjuaukningu bæjarins af þessum tiltekna tekjuposti á einu kjörtímabili. Við skulum því reyna að átta okkur á því hvað þetta þýðir fyrir venjulega fjölskyldur og fyrirtæki í bænum. Þótt meirihlutin beri því fyrir sig álagningarprósentan hafi ekki verið hækkuð, þá hafa þeir einfallega hort upp á fasteignamat hækka og leyft þeirra hækkun að skila sér beint og millilega laust í bæjarsjóð. Það aðferð sem bitnar einna verst á þeim sem síst mega við því í núverandi efnahagsárferði. Og það var ekki fyrir núna í síðustu fjárhagsáætlun fyrir kosningar sem meirihlutin taldi tímabært að stemma stigu við þessari þróun. Og í því þykja mér vera fólkin skilaboð sem ég kem aftur að seinna. Maður skildi því ætla að með svona gríðarlegri tekjuaukningu úr vösum bæjarbúa milli ára, tæpum 400 milljónum aukalega, væri fjárhagsstaða bæjarins að einhverju leyti öfundsverðar en áður. En ársreikningurinn og orð þeirra sem tóku til máls undan mér segja aðra sögu. Skuldirnar vaksa, heildarskuldir og skuldbindingar hækkuðu tæpa 5 milljarða króna. Skuldahlutfalli hækkar, það nú komið í 113,6% en stóð á síðasta ári í 110,2%. Þannig að skuldir bæjarins halda áfram að vaksa umfram árstekjunars. Þá hefur veltur fjárhlutfallið tekið dýfu úr 1,1 niður í 0,93. Virðulegi forseti, leyfum okkur að ræða þessa stöðu að bara hreinskilni og yfirvegun. Því ég full meðvitaður að ytri þættir hafa áhrif. Sá mikli vaxtakippur sem hljóp í lífeyrisskuldbindinga bæjarins eitthvað sem kjörnir fulltrúar hafa til að gera litla stjórn á. Sömuleiðis horfum við upp á áhrif nýlegra kjarasamninga við okkar mikilvæga starfsfólk vera að koma fram. Og ég vil líka halda því til haga að ákveðna lykiltölur eins og hið opinbera skuldaviðmið líta en prýðilega út í samanburði við önnur sveitarfélög og það því fjarri að allt sé á röngunni í rekstri Akureyrarbæjar en aftur tölum samt hreint út þá mælikvarða sem benda ekki í rétta átt. Ágæti forseti, góði bæjarfulltrúar. Það mikilvægt að við mætum íbúum bæjarins í augnhæð. Það eru þeir, íbúar og fyrirtæki, sem eiga heiðurinn af þeim tekjum sem bæjarinn hefur úr að spila. Það eru þeir sem hafa borið hitann og þungan af auknum umsvifum í rekstrinum. Samfylkingin á Akureyri leggur áherslu á öfluga opinbera þjónustu, fyrirmyndar aðstöðu til íþróttaiðkunar fyrir börn og ungmenni, að í bænum þrífist fjölbreytt flóra menningar og lista með áherslu á grasrótarstarf og síðast en ekki síst jöfn tækifæri fyrir öll. En Samfylkingin leggur líka áherslu á að kjörnir fulltrúar komi fram við fjármuni bæjarins af virðingu. Að staldra hvergi við á heilu kjörtímabili til að gaumgæfa hvort hægt sé að draga úr gjaldheimtu á íbúa nema svona rétt í lokin þegar glitt farið í kjörkassana finnst mér bera vott skort á þeirri virðingu. Þegar við rýnum þennan ársreikning eigum við fyrst og síðast að þakka Akureyringum fyrir þeirra framlag. Það þeirra vinna og aftur þeirra framlag sem gerir okkur kleift að reka þetta samfélag. Sýnum þeim þá virðingu og reynum að fara betur með hverja krónu. Bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson, lokið málsins orðið laust.
Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, góðir bæjarfulltrúar aðrir. Ég fer nú að hljóma hér eins og gömul plata, sífellt að fara með sömu ræðuna. Þegar kemur svona einhliða málflutningur fasteignagjöld, fasteignaskatt. Hann innheimtur hvað, 0,30%, má vera 0,6 eitthvað. Var það í fyrra þar segja. Sko ég algjörlega sammála, svo ég fari nú enn og aftur með ræðuna, að ég algjörlega sammála því að þessi skattur óréttlátur. Hann ógegnsær og hann svo ég taki djúpt í árinni, ógeð. En við stöndum frammi fyrir þeirri staðreynd að 15-20% íbúða hér hafa ekki lögheimilis íbúa. Þannig að við getum ekki ráðist á fasteignaskattinn og lækka það niður öllu hófi, einfallega vegna þessara staðreyndar. Þannig að við verðum að tala báðar hliðar þessa máls. Sorry to say. Þess vegna hef ég sagt það hér alloft. Hækkum fasteignaskattinn upp í 0,61% og lækkum útsvara móti. Vegna þess að það þýð að við getum ekki ráðist á fasteignaskattinn einan og sér og lækka niður öllu valdi vegna þess hvað hér eru margar íbúðir án lögheimilis íbúa. Ég held að við hljótum að viðurkenna það að þetta fer sko vaxandi. Þetta eru beinu tekjurnar sem bæjarsjóður hefur af 15-20% íbúða hér í bænum og þeim fer fjölgandi sem svona stattum. Þannig að við verðum að horfa alla myndina, heila myndina. Og þá hef ég lokið þessari ræðu í 44. skipti. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, aðri bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja að þakka Ásthildi bæjarstjóra fyrir mjög góða yfirferð á ásýningnum. Ég ásaka nokkuð hás, ég vonandi heyrið í mér. Ég þakka bæjarfulltrúum Sindra og Sunnu og núna síðast Jóni fyrir inngang sínum fjárhagsáætlun 25. Ég get nú ekki annað sagt að virðing fyrir fjármunum bæjarins og Akureyringa sé alveg upp á 10 hér hjá þessu meirihluta. Vinnan við fjárhagsáætlun þessi ár sem að Dan veit og allir bæjarfulltrúar hér gríðarleg, byrjar í júní og tekur enda í desember. Þar spáð í allar krónur í öllum málaflokkum, hugsandi börn, þau sem að minna eiga og aðstæða og fleira ígrundu til ítrasta. Og ég mjög stoltur af þeirri vinnu sem meirihlutin hefur skilað þessu kjörtímabili og tek ekki undir það að hér sé ekki borin virðingu fyrir fjármunum Akureyrarbæjar. Þessi ásýningur að smá leyti náttúrulega smá vonbrigði út af lífeyrisskuldbindingunum en hins vegar maður rýnir í öll 4 árin þar sem að bæjarfulltrúi Sindri myndist nú til dæmis á skuldaveðmið og hefur skuldaveðmið samkvæmt reglugerð lækkað 8% á kjörtímabilinu. Byrjaði í 84% og endi í 76% þó að það aukist 1% núna milli ára út af lífeyrisskuldbindingu. Skuldahlutfall vegna hlutfalli tekjur hefur líka lækkað 10% á kjörtímabilinu og það búin að vera ríflegur rekstrarafgangur samstöðun öll árin sem mjög jákvætt. B-fyrirtækin okkar búin að standa sig frábærlega, Norðurorka og Hafnarsjóður búin að skila góðum rekstrarafgangi og veltu fyrir rekstri búin að standa að mestu leyti undir fjárfestingum öll árin sem mjög gott. Síðan mjög mikilvæg punktur að langtíma skuldir hafa ekki hækkað milli ára. Aðeins 2 milljarðar á þessum 4 árum sem í svona stóru sveitarfélögum eins og okkar afskaplega góður árangur með allir þessu uppbyggingu. En greitt hafi verið tæplega 3,9 milljarðar meira á lánum umfram lántökur þessi 4 ár sem afar gott. Einnig hefur góður rekstur fasteigna síðastliðin 2 ár skila miklu til sveitarfélagsins. En hins vegar alltaf eitthvað sem við þurfum að skoða. Það alltaf hægt að gera betur í öllu og sérstaklega hægt að gera betur í rekstri sveitarfélagsins. Og því miður var allhlutinn
vitlausu megin við nullið. Þó viljum meina að það sé lífeyrisskuldbindingunni að kenna, þá það aðrir hlutir og ég tek undir hjá bæjarfulltrúa Sunnu og við eigum að geta gert þetta aðeins hraðar. Eina svona sem vil segja að lokum með það að jú, það alls konar betur hægt að gera. Ég bara veit að þessum nefndum sem ég tekið þátt í og bæjaróði og hafa lagt sig allan fram við að reyna að gera hann frábæra bæ okkar betri með allskins flóknum og erfiðum ákvörðunum í 4 ár og ég mun fara mjög stoltur af þessu kjörtímabili við öllum þessum ákvörðunum sem við tókum, bæði meirihluti og líka fullt af samstarfsverkefnum sem í bæjarstjórn höfum tekið og ég vil sérstaklega þakka Dan Brynjarsinni fyrir frábært samstarf þessi ár og hans fólki öllu sem eru frábær hérna upp á annarri hæð og einnig öllum bæjarfulltrúum fyrir frábært samstarf og ég er alveg tilbúin í langa umræðu ef að bæjarfulltrúi til í það. Takk fyrir. Ef bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara að koma upp á ræða hans fasteignaskattin fyrst að við vorum komin þangað og ég er að pæla bara bæjarfulltrúi Jóna biðja sérstaklega umræðu hann svona fyrir vorið. Nú getur flutt ræðina eins og næn. En að því að við vorum að ræða í rauninni fasteignaskatt á íbúðareigendur og eins og ég hef allavega skilið að það heyrt á ríkisstjórninni að í næsta húsnæðispakka þá einu mögulega setja eitthvað tómthúsgjald eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er bara forvitnilegt að sjá hvað kemur út úr þeirri vinnu og hvort að það gefi okkur á tækifæri til að hafa svona tvöfalda skattlagningu hér en það kemur í ljós. En við höfum bara einu sinni lækkað fasteignaprósentuna á atvinnuhúsnæði og rökin hafa verið að hér sé mikið af fyrirtækjum að sunnan og við viljum mjólka þau. En ef maður fer síðan dálítið að ekki þú, Hlynur, þú har aldrei sagt það. En það hefur verið svörum fyrir það að ekki lækka því hér eru fyrirtæki að sunnan og við viljum sagt fá frá þeim gjöld og þetta sé þá í rauninni að sama og eigi við íbúar að við viljum ekki vera þá að leggja á lækka á vegna þessa. En ef að við horfum til þess að langflestu sem stóru fyrirtækja eru með útleiguhúsnæði hér, að þá vitum við að hærri fasteignaskattur kemur þá bara og veltir yfir í hærra leiguverð til þá aðila sem eru í atvinnurekstri hér. Þannig að mér finnst þau rök sem að ég fengið hjá sviðstjóra að þau passi ekki. Þannig að ég held að við þurfum líka bara að hugsa til þess hvernig við ætlum að finna eitthvað jafnvægi í þessum fasteignaskatti. Af því að auðvitað er þetta líka mikilvægar tekjur fyrir okkur og auðvitað eru fyrirtækjaeigendur og fleiri að fá alls konar þjónustu í staðinn. En varðandi lífeyrisskuldbindingarnar sem að okkur er mjög tíðrætt og stundum hefur við talað að það sé erfitt að halda utanum þessa umræðu og átt okkur á hvað býður okkur þar. En með hækkandi kjarasamningum þá náttúrulega leiðir það til hækkandi lífeyrisskuldbindinga. Þannig ég velti fyrir mér hvort við eigum að vera svona mikið að festa okkur alltaf í umræðu þessar lífeyrisskuldbindingar af því að ekki erum við að ræða iðgjaldið sem að hækkar með hverju kjarasamningum hjá bænum, hvað það er að hækka gríðarlega mikið. Það hækkar alveg eins og lífeyrisskuldbindingarnar. Þannig að ég held við ættum ekki alltaf að vera alltaf að festa okkur í þessari umræðu lífeyrisskuldbindingar og annarkvort er staðan góða því að það kom vel út eða staðan verra því að það kom ekki eins vel út. En það hlýtur þá eiginlega að vera að við séum þá að sjá fram á þessa hækkun þá áfram
að því að nú búið að gera þessa kjarasamninga og búið að semja þessa hækkanir og þá hlýtur að vera að lífeyrisskuldbindingarnar sé að hækka meðan að þeir félagsmenn eiga rétt að því inn í því kerfi en en það fer síðan bara eftir ávöxtun hvernig það síðan kemur út og við kannski erum ekkert rosalega bjartsýn að það komi kannski vel út á þessu ári. En það alltaf gaman að taka þessa umræðu fasteignaskattin við bæjarfulltrúa Jón og það eru alls konar sjónarmið sem þarf að hafa þar í huga. Og við skulum bara ég gleymdi líka bara að þakka líka starfsfólki bara fyrir velunni störf og samstarfið, þetta fara hljóma eins og við sem bara kveðjast en við erum eftir að hittast nokkuð sinnum aftur en bara takk fyrir. Bæjarfulltrúi hefur Sunnalín Jóhannesdóttir lokið máli sín, ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn ef að gefa mér orðið. Málstekur bæjarfulltrúi Halla Björk Hreinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Verð nú að koma upp svona síðasta skipti sem ég kannski tek þátt í umræðum ársreikning. Og líka fjörlegar umræður, ég ætla að byrja að þakka bæjarstjóra Ásthildi fyrir góða yfirferð á ársreikningnum. Og tek undir með öðrum sem hafa komið hér og þakka starfsfólki öllu fyrir þeirra framlag til rekstursins vegna þess að þetta er heilmikil vinna og það allstaðar vel með farið. Ég veit ekki hvað mörgum fjárhagsáætlanagerðum og öllu verið velt við hvað eftir annað og fólk sem eru sviðstjórar, starfsmenn og allir tekist á við verkefnið af heilum hug og það ekki illa farið með hér hjá Akureyrarbæ, held ég geti bara fullyrt. Og við berum bara töluverða virðingu fyrir því að þetta opinbert fé og á að fara vel með það. Ég ætla að gleðjast yfir því að reksturinn í góðu jafnvægi, sé að bæjarfulltrúar að gera grína eða veitingarnar ekki til að rópa húrra yfir á bæjarstjórnarfundum en það kannski bara partur af því að fara vel með. En reksturinn í góðu jafnvægi og við getum glaðst yfir því að samfélagi okkar á fullri ferð. Það mikil uppbygging og hækkun á fasteignagjöldum eða fasteignaskatti á milli ára sem eitthvað eða fólki finnst mikill. Hann felst líka í því að það bara fjölgun á húsnæði. Þetta ekki þannig að þetta hækki gjaldskráin per se hækki. Við höfum verið og mitt alltaf gaman að taka þátt í umræðum fasteignaskattin og prósentuna og eins ógagnsæ og það en við höfum verið að reyna að meta á hverju ári hækkanir á fasteignaverði sem verða til þess að fasteignaskatturinn hækkar og þá að velta fyrir okkur á að lækkun punkt eða ekki. Og reyna að halda þessu í einhverju jafnvægi. Það alveg rétt sem hefur komið fram, við meinum sinni bara lækka prósentina af atvinnuhúsnæði. Við erum að stækka út úr vandanum þegar einhver koma og vandin ekki reisa stór. Við erum orðin þessi litla krúttlega borg og ég ætla að leyfa mér að segja að það ekkert langt í að þetta sjálfu sér öll þessi innviða uppbygging sem við höfum staðið í á síðastum 20 ára, hún að skila, nú fer þetta að verða nægilegu fjöldi, skulum við segja, íbúum til þess að nýta hana til fulls. Og auðvitað verðum við að halda áfram og við erum að byggja stórkostlega íþróttamannvirki vegna þess að okkur að fjölga og notkunin mikil og vöntun á meiri afþreyingu mögulega. En við höfum verið að halda Hlíðarfjalli sem risastór partur í reksturnum okkar og enginn tekur þátt í nema við 20.000 manns eftir sem okkur fjölgar því öflugur verði við til þess að halda á svona þjónustu ein. En auðvitað myndum við vilja fá sveitafjölin í kring með okkur í lið, sameinast og takast á við þetta verkefni, það verkefni sem á önnur hér saman. Skuldahlutfallið hækka lítilega og þegar kom fram í umræðinu að lífeyriskuldbindingan og við séum alltaf að tala um það. Vandinn við lífeyrisskuldbindingarnar að við vitum ekki þessa tölu, það ekki auðvelt að átta sig á henni. Hvort hún verður eins og var síðast 300 milljónir eða 2 milljarðar, það alltaf mikið stök. Og
við aðra skuldbindingar sem við höfum, það getum við reiknað, launahækkanir og svo framvegis, við getum bara reiknað og vita hvað annað er. Lífeyrisskuldbindingarnar koma alltaf aðeins aftanlega okkur og ég allavega hef ekki, held ég, sko, verið neitt einast ár hérna sem þetta hefur ekki aðeins komið óvart til góðs eða ills. Þetta er bara svona, vorum heppin núna og svo vorum við mjög óheppin, skiljið, og þetta, svona gengur þetta bara. Ég vil taka undir með að ég bæjarfulltrúa Sindra og þetta þökkum við íbúum og fyrirtækjum bæjarins fyrir þeirra framlag til rekstrarins. Bæjarfélag eru þetta bara bæjarbúarnir og þeir sem að hér starfa. Þeir borga til bæjarsjóðs og við erum að reyna að vinna úr því eins vel og við getum og halda upp í þessari frábæri þjónustu. Við getum hort til eins og bæjarstjóri myndist á hérna þegar hann fór í yfirferðina í ársreikningum að það er alveg held ég bara, ég held að segja bara mjög vel gert að stæðstu málaflokkarnir, félagsmálin og skólamálin að þau skuli standa í fjárhagsáætlun. Þetta er risa batteri, margt sem getur komið upp á og þarna hefur starfsfólki bara staðið sig einstaklega vel. Og svo verð ég náttúrulega að minna á skipulagsviðið sem hefur náttúrulega verið algjörlega til fyrirmyndar öll fjögur árin og að ég fastegna og auðvitað gatnagerðargjöldin og byggingaréttagjaldið auðvitað hjálpa til við að auka hér tekjur sem að við getum svo nýtt í þessa uppbyggingu sem við erum í. En ég bara óska ykkur öllum sem er eftir að vera hérna áfram, góðs gengis í framhaldinu og hérna bara stolt af því með hérna, ég er ekki að kveðja, það er ekkert svo leys, en þetta er því síðaskipt sem við ræðum ársreikning, en ég er stolt af því framlagi sem að meiri hlutin á bæjarstjórn hefur skilað af sér núna á þessu kjörtímabili og ég bara er ekki nokkrum að ykkur eftir að ganga vel í framtíðinni. Þakkum bæjarfulltrúa Hölluberg fyrir og gefum átt í stjórnarfundinum. Takk fyrir það, orðið er laust. Næsta ykkur máls bæjarfulltrúi Lenu Jóhannsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrja á að þakka okkar góða bæjarstjóra fyrir greinagóða yfirferð á ársreikningnum. Ég held að hún hafi nú ekki verið að fela eitt eða neitt þar, hún talaði bara mjög skýrt og tók fram allar helstu tölur sem að þar eru. Auðvitað hefðum við öll viljað skila alhlutanum í plús en svona fyrir þetta stundum og þetta er nú ekki stórslys. Ég held að við þurfum líka að halda þetta aldrei vel á lofti hversu hátt þjónustustig er hérna á Akureyri. Við erum orðin alveg gríðarlega stór bær í þjónustu. Bæði við börn og fullorðna. Við erum með frábæra menningu hérna. Við erum með fjallið eins og kom fram áðan. Frábær íþróttafélög. Snjómostur sá besti á landinu og í Evrópu hef ég heyrt. Ég held að við viljum ekki minnka þessa þjónustu og til þess þurfum við að hafa tekjur. Og það má vel vera að við getum sparað hér og þar, en ég held að það sé alveg rétt sem að var komið þér inn á áðan að það er farið mjög vel með fé hér á Akureyri og hort í hverja einustu krónu og það er þegar það verið að fara yfir fjárhagsáætlun hafa verið að reyna að kötta niður hér og þar ýmsa smá liði til að hafa þetta réttum yfir núlið. Það kom nú fram hérna í máli bæjarfulltrúa Sunnu áðan ef við ættum ekki að þurfa að vera að hugsa svona mikið lífeyrisskuldbindingar. Á síðasta kjörtímabili þá satt nú góður maður oddviti hérna fyrir hönd Framsóknar sem formaði bæjarráðs og ég hef aldrei heyrt tala eins mikið lífeyrisskuldbindingar eins og á því kjörtímabili. Það var bara annað hvert orðið eiginlega. Þannig að þetta er nú vafist lengi fyrir okkur og ég held við höfum gert ráð fyrir 600-800 milljónir síðastliðin 8 ár í pott fyrir þessu og hann er aðeins röngu megin en samt ekkert fjarri lagi ef við förum svona langt aftur í tíman. Og þetta virðist vera einhvers konar happadrætti og við verðum bara sætt okkur við það. En heilt yfir erum við að koma, segja, gríðarlega vel út og megum bara vera stolt af þessum ársreikningi. Og vonandi mun bara næsta bæjarstjórn halda áfram á þessum vegi að vera að framkvæma svona mikið í bæjarfélaginu er ekki sjálfgefið.
Það er ekkert mörg bæjarfélög sem er að framkvæma svona svakalega mikið eins og við. Þannig að ég held að við ættum bara að vera stolt af þessu og hvetja næstu bæjarstjórn til áframhaldandi verka. Takk. Það Hlynur Jóhannsson lokið máli sinni orðið laust. Næstekti máls bæjarfulltrúi Jana Salme Ingibjargar Jósefsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka bæjarstjóra Ásthildi Sturludóttur fyrir greinagóða yfirferð yfir ársreikninginn. Ég var eitthvað svona að hugsa yfir því hvort ég ætti eitthvað að vera að taka til máls af því að þetta lítur bara alls ekkert illa út og mér finnst kannski óþarfi endilega að vera að gagnrýna þegar hlutir í ágætis horfum. Mér eins og öðrum finnast lífeyrisskuldbindingar bæði leiðinlegar og óskiljanlegar. Ég skil þær þó betur í dag en ég gerði fyrir 4 árum. En þær koma manni samt alltaf jafn mikið á óvart og ég viðurkenni að ég hugsa bara óþarflega mikið þær alla daga, alltaf. Og ég veit ekki hvort að það sé endilega er rétt en ég hefði talið eðlilegt að setja inn viðurkvæði fjárhagsáætlun þegar við sáum í hvað stemdi. Af því að við sáum það svona cirka bátum mitt ár þó svo að við getum einhvern veginn aldrei giskað á rétt. En það er eins og ég kom inn á bara margt mjög gott. Ég hef kannski helst áhyggjur af því að velgengnin byggi að einhverju leiti á svona einhvers konar heppni en ég vona að ég hafi rangt fyrir mér. Við erum auðvitað vissulega að stækka út úr vandanum líkt og bæjarfulltrúi Halla Björk kom inn á. En miðað við efnahagshorfur og að þá gæti orðið samdráttur í tekjum þó það gerist kannski aðeins seinna hér og það er þó auðvitað verkefni næstu bæjarstjórnar að líta til þess og að sníða sér stakk eftir vexti. Yfir standa vissulega rekstrarfrekar framkvæmdir og við þurfum að muna eftir því þegar við ráðumst í framkvæmdir að taka inn rekstrarhliðina líka og átt okkur á því hvað þetta komi til með að kosta okkur í framtíðinni. Og svo bara að því að bæjarfulltrúi Jón Hjaltason elskar að tala fasteignaskatt og það gerum við mörg hér inni líka. Að þá svona maður fyrir að velta þess fyrir sér ástæða þess að Akureyrarbær hefur verið með svona háa fasteignaskattsprósentu í raun og veru kannski samanborið við stærri sveitarfélög. Að þá hefur fasteignamat alltaf verið mjög lágt á Akureyri en það hefur hækkað á undanförnum árum og kemur mögulega til með að hækka áfram. En þetta eru vissulega mikilvægar tekjur fyrir sveitarfélög þegar að sveitarfélög eru með fáa tekjustofna og við erum hér að reka samfélag og við viljum að hér sé gott og sterkt velferðarsamfélag og einhvern veginn þurfum við að standa undir því. En það má auðvitað leggjast yfir þetta eins og annað og líkt og bæjarfulltrúi Sunna kom inn á í sínu máli þá vonast maður til að sjá einhvers konar tómthúsagjald í næsta húsnæðispakka stjórnvalda. En svo hefur mér alltaf fundist vanta inn í þá umræðu þurfum að líka muni til fólki sem á ekki eignir að hvernig við getum stutt betur við þá. En annars vil ég bara þakka fyrir góður umræður hér og skemmtilegar. Það var bæjarfulltrúi Jana Salme Ingibjargar Jósefsdóttir lokið máli sinni orðið laust. Næstekti máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil líkt á aðri sem hafa komið hér upp, þakka Ásthildi fyrir góða yfirferð á ársreikningnum, en ég kom eiginlega bara til að svara Jóni út þessum fasteignagjöldum. Ég skal ég segja þér er ekki alveg sammála og mér finnst þetta tómt húsagjald skilur enn eitt skatturinn, mér finnst þetta alveg bara galin hugmynd sko. Mér finnst að fólk eiga að kaupa það sem það vill og eiga það sem það vill eiga, hvar sem það er á landinu og þetta fólk er ekki hér með börn í skóla, þannig að það er tiltölulega ódýrara og ýmislegt fleira. Þetta skapa gríðarlega tekjur, þetta fólk kemur hérna reglulega, er hérna og vill vera hérna, þess vegna á það íbúi hérna. Ég veit ekki betur en að sumir Akureyringar eigi íbúi í Reykjavík.
Þannig að ég skil þetta ekki. Ég sé ekki ástæðu til þess að skattleggja þetta umfram annað og svo þetta með aukninguna á fasteignagjöldunum eða hækkunina, hún er náttúrulega tilkomin líka vegna þess að íbúum hefur fjölgað. Við erum búin að byggja gríðarlega mikið og það er allt að gerast. Þannig að það er eðlilega aukast tekjunar en auðvitað er svigrúm þarna til þess að hugsanlega lækka þennan skatt og koma á móts við óeðlilega hækkun á fasteignagjöldum. Það er svona það sem ég vildi segja. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, þeir sem geta samþykkt að vísa þessu til bæjar og svo seinni umræði í bæjarstjórn. Það eru öll, takk fyrir það.